Jæja. Klukkan er 7:30, þeir eru að fara að koma að sækja okkur. Farangurinn sjáum hérna bak við okkur, við erum hérna við La Quinta hótelið í Fruita, þaðan sem við leggjum á stað. Kemur hérna 20 manna bíll sem ætlar að taka farangurinn og ekki minnst allan matinn sem er hérna með stórum kælikubbum eða ískubbum í sem inniheldur mat í 4 daga fyrir 20 manns. Svolítið svalt í lofti, 7-8 gráður, sólin er að koma upp, sjáum við hérna. Kokopelli Trail ferð Ísbjarna 2019 var rauninni self-guided ferð að því leyti að við vorum með aðila sem að trússuðu farangurinn milli staða og aðstóðu okkur með aðra hluti en við sáum algjörlega að navigera leiðina frá A til B. Við vorum eiginlega háð sjálfum okkur hvað var að viðgerðir á hjólum, rata leiðina og rauninni redda okkur á milli staða. Við vorum búin að reikna þurftum 100 gallón af vatni sem eru 6 lítrar af mann sinnum 4 eða eitthvað og hann sagði að þeir væri miklu meira það. Ég veit ekkert hvort þetta sé klórvatn eða ekki, en við spáum ekkert í því. Nei, við förum yfir það. Svo spurðum við hann hvort það væri að sækja okkur á leiðinni, hvað myndi gerast á leiðinni. Nei, af því hjólaleiðin er langt frá veginum, þannig að það er ekkert hægt að sækja okkur á leiðinni. Þannig að ef einhver vill ekki hjóla upp af dags, þá getur hann farið með trúsbílnum. Það er í boði. Já. Hvað getur við svo mikið farangur? Ég er að taka allt upp úr, það var verið að skamma mig. Á ég ekki að þú klást på mig? Þetta er alltaf að koma, Knoll hérna hinum meginn, hann er dálítið stífur, en Tott hérna, hann er alveg með þetta. Hann skilur ekkert eftir. Ekki einu sinni bjórinn? Ekki bjórinn, glætan sko. Sæði kóki mætti vera. Stóra hlæðslumáli, hvernig er staðan? Hann er hræddur að kjarra muni brotna því bættu við 2 kælikussum. Við höldum að hann sé með smá drama, en við höfum gaman að þessu. Þetta reddast. Besti ferðahópurinn. Það er ekki hægt að ferðast með betra fólki í Ísbjörnunum. Ok, ég sest á hjólið og er að byrja í Fruita. Og ég hugsa að það sé sjúkt stress í hópnum af því að það er búið að segja okkur mjög mikið hvað þetta sé erfitt. Og við erum að tala að það er engir aumingjar sem eru búin að segja okkur að þetta sé erfitt. Við erum alveg í Everest-förunum sko. Og við byrjum á fyrstu brekkunni og ég held að ég ætla að anda úr mér lungunum. Ég verð svo móð. Í fyrstu brekkunni að ferð sem mér sagt að það sé það erfið að það er alveg sagt með þenni tónum að líklega eftir ekki að gera þetta erfið. Þannig ég hugsa bara, ok, nú ertu búin að toppa sjálfa þig. Nú ertu algjörlega að fokkusa upp á fyrstu 10 mínútum í ferðinni. Do you remember 21st night of September? Love was changing the minds of pretenders while chasing the clouds away. Our hearts were ringing. Þetta er náttúrulega bara að klikka umhverfið. Það er ræða það eitthvað, sjáu þetta hérna. We danced in the night, remember how the stars stole the night away. Svo eftir svona 10-15 mínútur þá komum við í því líka fegurð að mann langar að grenja. Og mér líður eins og það hefur byrjað og maður hefur verið hræddur að það er búið og það er bara kannski hluti af fyrstu deginum eða eitthvað. En svona eftir að hyggja þá finnst mér eins og það hafi verið svona allan tíma. My thoughts are with you, holding hands with your heart to see you. Only blue talking love, remember. Þetta er bara, maður fær allt í þessari ferð. Það er brölt,
maður svolítið marinn, svona hjólið/í manninga og þanga og maður fær algjörlega út fyrir ramman. Hella! Only do talk it love, remember that true love we share today. Byrjun var alveg frábæri leið þarna í byrjun. Æðisleg single track í ykkur 20 km og mjög skemmtileg, mjög skemmtileg. Og fyrsti dagurinn svona, það skein svolítið í gegn fyrsta daginn. Maður er búinn að lesa þessi aðeins til að þetta er dagur sem verður svona einn af meiri scenic dögunum og það var alveg rétt. Fyrsta sem þetta í huga þegar ég sá tjaldið fyrstu nóttina, ljós inn í því, tunglið á bakvið og ég vissi að það var 300 metra gjá inn í vegið. Það er fyrsta minningin. Já, við erum að tala um það við borðum bara hérna með með tvær, eina þurna, eina þurna. Mér finnst það svo gaman að fara niður. Já. Það er gaman að fara niður ef það er ekki alltaf mikið af steinum. Já, ég reyndar. Það er mjög gaman að hafa svolítið af steinum. Já, þegar maður er svona flæði og er að velja og kemst niður. Já. En svo veist þú veist, það má svolítið steinum, ekki alltaf neitt. Æði. Dásamlegt svæði. Algjörlega við sáum eiginlega engan og við erum bara í svona Grand Canyon útaf fyrir okkur. Já. Finnum við ekki það. Það er geggjað gott að hjóla hratt niður. Ég get ekki frekar mynda hér. Já, ég held að það sé bara ágætt að það sé tekið mynda með því að fá ég ljós. En að maður svona svolítið í bugunarfasa, svo sá maður ekki neitt, maður var þannig inn í einhverjum trjám og einhverjum moldarvegi, kemur svo einhver svona smá beygju og kemur inn á tjaldsvæðið og þá erum við bara á klettum og það er einhver fjöll í fjarska og það er að fara svona að byrja eitthvað sólarlag og maður heldur, þú veist, maður skammar sín vegna þess að manni finnst þetta svo fallegt af því Ísland er fallegast í heimi. Þú hefur aldrei séð neitt eins fallegt á Ísland. Og mér leið svolítið eins og ég kom að það bara, ok, eru til fleiri staðir í heiminum sem eru svona sjúklega fallegir. Já, sko leiðin kom á óvart, hún er erfiðar að maður hélt, dagleiðirnar ólíkar, hver sig svona krefjandi, en allar skemmtilegar á sinn hátt. Kannski var þriðji dagurinn svona erfiðastur, lengstur, en fjórði dagurinn skemmtilegastur af því að það var mesta brunnið og þá vorum við að klára. Everything's pretty straightforward for a while. You're going to be kind of like, it's a lot of downhill. Then you're going to get on the Westwater Road, which is a paved road. You're going to go down that road. Við erum bara að þangað þessum fjöllum sjáðu þarna. Og þetta eru svona auðveldir kílómetrar. Þetta er mikið flatt, þá er bara gott liður og svo er þetta flatt. Það er ekkert svingrak, það er svona vegir og það er svolítið malbyggi með þetta líka. I wanna tell you a story every man ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now, if you just treat her right now. Oh, squeeze her real gentle, gotta make her feel good. Tell her that you love her like you know you should. 'Cause if you don't treat her right, she won't love you tonight. If you practice my method just as hard as you can, you're gonna get a reputation as a loving a man.
and you'll be glad every night that you treated her right. Ert þú búinn að læsa dembaranum? Og af hverju erum við að læsa dembaranum? Af því við erum komin á Malbik! Smá pása. Smá svindl, en allt í lagi. Við þiggjum það, að þessi sinn. Maybe I've been here for too long. Maybe I just can't see. Hansi, so far geggjað. Já, gott veður, fallegt fólk. Svona, góður. Ekki? Já, Malbiki, kærkomin. Nei, það var ekki spes. Ekki? Það var bara svona bypass, þannig að miklu skemmtilega. Svona singuldrakk, það skemmtilegast. Niður. Ég er ekki alveg, já sko, ég er ekki sammála manninu mínum. Því þeir þurfum ekki alltaf að sammála með þessum Malbiki. Æði! Ég fór 70 km hraða. Skál fyrir því. Nei, rís. Rís fyrir því. But it might take a while. Yes, I do appreciate you. Your light is shining through. I find my way in the darkest night, holding on to you. Þú verður svo flottur, við erum alls svo glöð og dugleg. Og allir svo jákvæðir, ekkert vesen. Já, ekkert vesen. Ekkert vesen. Nei, það er ekkert vesen. Þetta kom bara alveg frá hjartanu, þetta var bara þannig. Sorry, það mamma. Just don't know why. What about you? Are you madly in love? Geng nakin húsakynnin, býð nýjan dag velkomin. Strík framan með mesta hárið. Norðan garðinn feikir mér kollinn á þér sem þú liggur á grúfu. Bara allir hópurinn saman, það svakalega skemmt. Svakalega gaman að þessu. Þetta mjög gott, flott, vel skipulagt hjá. Svo bara að koma að brekka niður hérna smá stund. Það er geðveikt þegar maður fæði downhillið sko. Það er hrikalega gaman svo. Ekki erfitt? Nei, ekki erfitt, ekki niður sko. Það er geðveikt. Frelsið yndislegt, ég geri það sem ég vil. Þessi engin lífverða nógu vitlaust nema homo sapiens til að vera ferðin í þessum hita. Til leyndar að vera til. Fullt af mót sem lyktar annars ágætlega. Og þessi ferð er náttúrulega svona dirtbag ferð, þess að maður segir. Þú þarft að vera að komast í svona snertingu við dirtbaginn í sjálfum þér, sko. Vera svolítið bara skítugur, illa rakaður og bara vera sáttu við það. Og trússarnir okkar trússarnir okkar voru nákvæmlega þessa típu við sáum það stað, sko. Þeir voru svona vel sólaðir og svona annar svolítið pirraður og hinn svona létt freðinn, þannig að þeir lögðust við línurnar. Ég myndi samt mæla með þessum gaurum, þetta kryddaði bara samtölin og ferðina sko. Þetta var endalaust að sögum út af þessum tveimur knoll og tott, eins og Tóti sagði. Maður verða leiður á því til lengdar að vera til. Til lengdar að vera til. Sveifla gróðrinum, næðurum. Hárin risinn, holdið bert. Það gott að þig að kosta. Hvernig fannst þið dagurinn í dag? Æðislegur. Erfiður? Mjög erfiður. Ok, samanburði, jafnt og marathon? Nei, ekki eins erfiður. Ekki eins erfiður? Nei. Ok. En það sem ég fannst erfiður, það var einstígar. Ok. Hitt var ekkert erfiður. Skemmtilegast? Skemmtilegast? Nei, ekki niðurbrekkur. Bara að vera svona jafnsléttu, skemmtilegast. Góðir stígar. Þetta er mér mjög vel. Mjúkir, góðir stígar. Má vera smá upp þarftilega. Þarftilega hafa brekkur upp en ekki mikið að brekkur niður. Don't blame it on the good times. Blame it on the rain. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight.
running on a good time, running on a boogie. That nasty boogie's got me, but somebody has got me. Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, with me more for being kicked around since I was born. Never tolerate. Stay alive. Vera búin að þjálfa þessi svolítið, sko, úthald. Við þurftum svolítið mikið að labba með hjól upp brattabrekkur og kletta og já, vera bara svolítið tæknilega góðir að hjóla. En ef þú ert það ekki eins og ég, þá lærir það mjög fljótt. The flame no longer flickers. You're feeling just like a fool. You keep staring into your liquor, wondering what to do. I don't hardly know you, but I'd be willing to show you. I know a way to make you smile. Let me touch you for a while. Svo var þetta, þetta var kannski aðeins tæknilegra en ég held. Ég held að þetta væri meira svona bara einhverjir stígar en þetta var tæknilegt. Keep looking into that mirror, but to me you're looking really fine. I don't hardly know you, but I'd be willing to show you. I know a way to make you laugh. She's walking at your door. I know a way to make you smile. Just let me whisper things you've never heard before. Just let me touch you, baby. Just let me touch you for a while. Kokopelli dagur 3, búin að vera 10,5 tíma á leiðinni. Við lögum að stakla 9 morgun. Nú er komið myrkur. Já, meira ef það vantar. Hver er ekki með ljós? Við erum búin að vera hérna í sandstormi. Er nokkuð með eitthvað ljós? Sandvegi, þetta er búin að vera mjög erfitt. Ég myndi segja að það væri eiginlega búin að vera hræðilegt. Ég skal vera fremst, Áskorun. hægt og... Þetta er að vera búið 2,5 tíma eftir. Það er alltaf uppákomur. Við lentum í myrkri. Það er ákveðin áskorun líka. Sem við leystum náttúrulega eins og allt annað. Það fórum við, þéttum við hópinn, settum upp ljós. Það urðu svona litlar dettur en engin stórslys á fólki og engin stór áföll með hjólum. Rosalega flott viewpoint yfir Móa og flotta myndir og drónaspótana. Þannig að við erum að fæla að fara með hópinn. Allan. Ekki allan, nei, bara rétt inn á. Já, en allan hópinn. Allan hópinn inn á Upper Porcupine Stream og við getum komist inn á Kokopelli á okkur 4 stöðum. Þannig að
ef einhver vilja fá aðeins meira action í dag, fara hratt í eitthvað dropp og annað, þá var hægt að fara nánast samhliða Kókapelli og svo bara inn á Sjöfn og þá náum við hópnum. Ég held að hafa nú verið þarna á Porcupine Trail á leiðinni niður sko. Það var ótrúlega skemmtilega leiðið þar sem var hægt að brunna og láta sig vaða svolítið eftir að maður var búinn að puða mikið dagann undan upp á við. Það var maður svona að fá fyrir erfið, búinn að fara upp í 2600 metra hæð og koma sér niður. Og það kom mér mest á óvart var hversu mikið þetta var upp í móti og hversu þetta var röff niður. Það var ekkert fyrir viðvæninga. Nei. Nei, ég myndi mæla með þessu fyrir ofurhetjur. Porcupine Rim var bara guðdómlegur leikvöllur. Þetta var svolítið bara eins og eitthvað kom á árið. Þetta var eins og að vera 12 ára á ný, sko, okkur BMX sjónleik bara. Maður gleymdi sér algjörlega í einhverjum fáránlegum aðstæðum og bruna niður, maður átti að fara rólega og bíða en maður bara einhvern veginn gleymdi sér í þessu umhverfi með þetta útsýni. Bara stórkostlegt. Definitely að fara að gera þetta aftur. Þarna fannst mér bara orðin 12-13 ára gamall aftur sko og að setja hitaveitu í allan innbæinn, hólar út allan innbæinn, inn aðstrætti. Þarna var maður bara lítil krakki á hjólum búinn að búa til vegi upp alla hólana og alls konar leiðir. Ég var bara komin í það sama aftur. Það var hérna þegar við vorum öll samferða niður brekkurnar í Móab. Það svona það sem ég ætla alltaf að muna. Bara allir á fljúgandi siglingu, þvílíkum hraða, saman. Það var besta mómentið. Kannski að því að þá vorum við að koma mark, en þú veist, fyrir mér var það besta mómentið. Við fylgdumst að allan tíman. Mér fannst það mjög sérstakt. Það var ekki mælt með því og við ætluðum ekkert að gera það en það bara einhvern veginn gerðist. Og það sem var í þessari ferð, stundum var ferðin alveg, þú veist, eins og til dæmis það að ég hefði ælt, þetta var greinilega erfitt fyrir mig. En hópurinn einhvern veginn bara tók því saman. Þú veist, við bara gerðum þetta. Þannig að hópurinn skiptir öllu máli í svona ferð. Ég myndi segja það.
Klikkaði bara allt of hratt með þetta spillimit. Þú talið með tíma? Með þig? Vel gert, vel gert. Vel gert. Nei, 40. Eitthvað var. 40 km í dag. Til hamingju, vel gert. Kristín. What a ride. Ég hóru heim. Engin slasaður. Þetta bara búið að ganga fullkomlega. Fylgur léttir. Fylgur léttir. Jæja, Google Maps. Jæja, hvert er... Já, nú ekkert eitthvað trailfox. Hvert er fyrir heitið? Hóland þetta. Þetta var bara As always! Það sem stendur einna helst upp úr hvað ferðina varðar þessi frábæri hópur. Ísbirnir. Það eitthvað. Þetta Kokopelli, sko, ég ekki alveg viss það, sko, ég ekki viss ég hafi hjólað þar eitthvað, sko. Ég allavega endaði bara í Utah. Það var ekkert Kokopelli sem ég sá á leiðinni þangað, sko.